Kristin? Jú, heyrist það. Halló, heyrist í mér? Heyrist, ok. Góðan daginn. Má ég biðja gesti okkar að taka sæti? Málþingið að fara að byrja eftir bara núna. Heyrist ekki vel? Kristín, heyrist kannski betur í þessu? Heyrist núna? Ég veit ekki hvað þessi hægt að stýra. Kallarnir sem það þarf Já, að halda. segðu. Já. Ég finnst eins og þetta sé ekki kveikt. Tækni aðstoð. Ok, það heyrist hér. Ok, það er hérna. Hvalvahljóð með mig í spaum. Pult. Hér. Er ekki bara. Ok, prófum bara. Er klukkan? Jú, hún er orðin nefnilega. Nú hún er á. Já. Góðan daginn. Ég vona að það heyrist vel í mér. Heyrist í lagi? Ok, til kallið. Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands, RIK og Kvenréttindafélag Íslands standa fyrir þessu málþingi minna hot í ár kvenfyrirlitningu, þöggun og tvískinnung og má ég bæta hrútskýringa í ljósu þróunar þessari viku í íslenski stjórnmálaorðræðu. Ég heiti Tatjana Ladinović og er varaformaður Kvenréttindafélags sem mun stýra málþinginu. En við munum fjalla hæfni feðraveldisins til þess að laga sig að nýjum tímum, birtingarmyndir kynjafordóma, föllunarfyrirlitningu og hatursóðræðu stjórnmálamanna. Spurt verður hvort feðraveldið sé að bregðast við MeToo-byltingunni og hvort eins er lítið á konur sem aðskota hluti stjórnmálum. Hér framundan er mjög þétt og spennandi dagskrá. Í fyrsta hluta málþingsins munum við hlusta á 10 örerindi flutta fræðimönnum sem munum varpa ljósi ýmsar hliðar málefnisins. Hvert erindi verður 4 mínútur á lengd og ég verð með skeiðklukku að fylgjast með svo við náum að klára þessu öllu fyrir klukkan 1, korter yfir 1. En í seinni hluta munum við hafa pallborðsumræður með stjórnmálamönnum sem Anna-Dís Greta Rudolfsdóttir, dósent við deild menntunar og margbreytileika mun stjórna. Ég mun kynna þátttakendur þá. En við byrjum á fræðimönnum og byrjum á Irmu Erlingsdóttur, dósent og forstöðukonu RIK. Hún ætlar að tala stjórnmál vináttunar og útilokun kvenna. Gjörðu svo vel, Irma. Í bók sinni Stjórnmál vináttunar eða Politique de l'amitié skrifaði franski heimspekingurinn Jacques Derrida að konur hafi frá upphafi verið útilokaðar frá vináttunni sem í raun stendur fyrir skilgreiningavaldið eða þá hugmyndafræði sem liggur samfélögum okkar til grundvallar, sjálft föðuveldið í fullveldi og bræðralagi sínu. Þeir eru allir sammála þetta, karlarnir í heimspekinni, frá Aristótelesi til Nietzsche. Þær geta elskað en þær eru ekki vinir, þær geta ekki verið vinir, hvorki karla né sín á milli. Þær eru ófærar það. Hafa ekki þroskan sem þarf, búa ekki yfir hæfileikunum til að bera tilhlýðilega virðingu fyrir einhverju öðru eða einhverjum öðrum en þær elska. Þess vegna eru þær ekki hafðar með, það er ekki gert ráð fyrir þeim og þær eru jafnvel taldar stór hættulegar. Í huga Derrida verður engin raunverulegur staður fyrir þær, fyrir en forsendur og sá strúktúr sem liggur þessari pólitík til grundvallar verður afbyggður frá grunni.
Það verk að vinna. En við getum huggað okkur við að verkið þegar hafið. Formgerð vináttunar tilbúningur. Hún stenst ekki nánar í skoðun. Hún byggir á valdatengslum yfirráðapólitíkur sem geta þróast og breyst. Og kannski felst eitt af umbreytingaröflunum, eins og Derrida bendir á í bók sinni, í að sjá ást og vináttu ekki að öllu sem aðskilin fyrirbæri. Rithöfundurinn, Virginia Woolf, lét ekki sitt eftir liggja í þágu þessar afbyggingar. Í bók sinni Sérherbyggi skrifar hún, og það ekki laust við að vandlæting og reiði klausturþingmanna kom upp í hugan. Konur hafa í alla þessar aldir þjónað eins og speglar sem gæddið þeim töfrandi og unaðslegum eiginleikum að stækka mynd karlmannsins helming. Með þessu á nokkur leyti hægt að skýra hve nauðsynlegar konur eru körlum. Og það skýrir hversu bátt eiga með að þola gagnrýni þeirra, hve vonlaust það fyrir þær að segja þeim að þessi bók sé vond, þessi mynd léleg eða hvað sem vera kann, án þess að valda miklu meiri sárundum og miklu meiri reiði en karlmaður myndi gera með sömu gagnrýni. Því byrji hún að segja sannleikann, skreppur karlmaðurinn í speglunum saman. Gróft persónuníð sem beinist á konum í áhrifastöðum eins og birtist í klaustursmálinu síendurtekið stef í stjórnmála, menningar og samfélagsumræðu. Hér ætla ég, þar sem við erum stödd í háskóla, að nefna 2 fræðikunnur, önnur frönsk og hin íslensk, sem fengu báðar yfir sig flóð, svifirðinga og fordæminga fyrir 2 sakir. Annars vegar að hætta sér inn á svið fræðasamfélagsins þar sem karlar voru nær einráðir og hins vegar að leyfa sér að greina og lýsa kvenfyrirlitningu í ólíkum birtingamyndum. Fyrst Simone de Beauvoir. Fyrir 70 árum lauk hún við tímamótaverk sitt sem ber heitið Le Deuxième Sexe á frummálinu, á ensku The Second Sex eða á íslensku hitkynið, titill sem nær að hluta til merkingunni, en hann var fyrst og fremst valinn því að hann þótti hljóma betur en annað kynið, þar að segja kynið sem fyrsta kynið þarf til að skilgreina sjálft sig sem æðra, meira og betra, eða aðra beina þýðingar eins og afleitakynið eða afgangskynið. En kannski ætti óréttlæti bara hljóma eins og það hljómar. Það illa. En hafa fá rit verið skrifuð sem fanga jafnvel það atferli sem klaustursþingmenn urðu uppvísir að. Svo holskefla ærumeiðinga sem dundu á Beauvoir eftir útgáfu bókarinnar afmarkaðist ekki aðeins við kaffuhús eða vínbari Parísarborgar, heldur náði hún einnig á síður allra helstu dagblaða og fræðitímarita þess tíma. Verk eftir konu hafði aldrei fyrir vakið jafnmikla eftirtekt. Virt tímarit birtu ritdóma og umsagnir og í dagblöðum birtust 10 greina margar eftir nafntogaða rithöfunda. Gagnrýnendur einblíndu á kynferðislegar skírskotanir en kynlíf langt frá því að vera eina umfjöllunarefni bókarinnar. Þannig spurði rithöfundurinn François Mauriac, hneykslaður í forsíðugrein dagblaðsins Figaro, hvaða erindi kynferðisleg upplifun kvenna ætti í bókmennta- og heimspekitímariti sem vildi láta taka sig alvarlega. Beauvoir var uppnefnd og niðurlægð, hún var kynlífssúffragetta og tilvístar Amazona, fóstureyðir, taugarhrúga, skass og hvortveggja brókasjúk og freðin. Beauvoir fjallaði sjálfum og greindi hatursorðræðuna sem hún var fyrir í bók sinni La Force des Choses, eða afl aðstæðana, sem hluta af þeim kerfislæga vanda sem hún fjallar í bók sinni. Öll umfjöllunin ber þess merki að hún snýst meira konuna en verkið. Ljóst þykir að markmið þeirra sem fjölluðu bókina var að kasta rýrð á kenningar Beauvoir, afneita henni sem fræðikonu og útiloka umræður. Hin fræðikona sem ég vildi nefna Helga Kress. Við buðum henni að tala hér í dag en hún því miður stödd erlendis. Hún lýsti árið 2001 andstöðunni sem skrif hennar vöktu á 8. áratugnum. Þessu sá stað í umræðum, ritdómum og skáldverkum sem á einni í háskólasamfélaginu og þar fór mikið fyrir skömmum og uppnefnum. Eins og hún hefur einnig sjálf bent á sniðganga og þöggun einnig þekktar aðferðir þegar kemur að því að gera lítið úr framlagi kvenna. MeToo varð ekki til í tómarúmi. MeToo rökrétt framhald femínískra baráttu, vitnisburður sem kemur í kjölfar fjölda vitnisburða. En má merkja áhrif MeToo í klaustursmálinu. Þau eru greinilegi í viðbröðunum, þar sem fólk heimtar að máli verði ekki þakkað að það hafi afleiðingar. En áhrif MeToo einnig greinilegi í sjálfri upptökunni, því að sex menningarnir eru afar uppteknir af MeToo-hreyfingunni. Þeir nefna hana og gera lítið úr henni á sama hátt og þeir hlut gera samstarfskonur sínar og aðrar áhrifakonur. Frelsishreyfingar mæta alltaf andstöðu sem tefur eða þakka tímabundið niður kröfuna umbætur. Klaustursþingmönnum augljóslega ekki rótt
í óráði ráða þeir ráðum sínum, fullir ótta vald sitt. Og hverjum ber einna helst að vara sig á? Konum. Og hvar leynist hættan? Hjá konum og öllum þeim þeir setja í sama flokk, hvort sem þeir eru fatlaðir eða samkynhneigðir. Konan í svarta meginlandið í menningu okkar, eins og Sigmund Freud kom svo eftirminnilega að orði. Hún er dýrið, hún er húrrandi biluð og því þarf að beisla hann og temja með öllum tiltækum ráðum til að viðhalda þeirri samfélagsgerð sem við búum við. Já, árið er 2018. Samtalið sem var hljóðritað er ekki fyrsta samtalið af þessu tagi, því fer fjarri og það vitum við öll. Hljóðritunin er einungis eitt dæmi af mýmörgum sem afhjúpa aldagamalt kvenhatur sem endurtekur sig í sífellu og finnur sinn í birtingaform. Með MeToo biðja konur að þeim sé trúað. Vitnisburður er þess eðlis. Það er farið fram á að traust sé lagt á orð viðmælandans. Sönnunarbyrðin hefur jú verið hjá konum. Klaustursmáli reiðir hins vegar fram sönnunargögn frá fyrstu hendi. Það varpar einnig örlítil skimi inn í reynslu heim stjórnmálakvenna sem margar hafa dregið sig inn í skel, kosið að láta kyrrt liggja. En eitthvað er þarna líka í samtali klaustursþingmanna, líklega það hvað þetta er grímulaust og allur þessi tími sem þarna fer í að úða konum og baráttu þeirra sem læðir að manni þeirri hugsun að hér megi einnig merkja viðbrögð úr sér gengis karlveldis sem reynir að slá frá sér að spyrna á móti möguleikunum til umbyltingar sem hreyfingar eins og MeToo gætu falið í sér. Látum það ekki gerast. Ef við sláum þagnarhjúp það sem kallað hefur verið í fræðunum hinn hversdagslega kvenfyrirlitning, viðhöldum við gamla kerfinu. Fræðukonurnar sem ég nefndi áðan snéru andstyggilegum mótbyr í meðvind. Nýttu verkfæri sín, greiningatækin sem þær voru þjálfaðar til að beita, til að setja svívirðingar kollega sinna í rétt samhengi, sem var ekki persónulegt heldur pólitískt. Minningin óréttlæti er umbreytingarafl ef hún er skráð og færð til bókar. Ég óska þess að stjórnmálakonur og menn nýti sín verkfæri og umboðið sem þær og þeir hafa frá kjósendur sínum til að breyta stjórnmálamenningunni. Takk fyrir. Takk Irma að koma þessu málþingi svona flott af stað með krafti. Næst kynni ég til leysa Ragnheiði Kristjánsdóttir, dósent í sagnfræði. Hennar erindi heitir Konur og stjórnmál í sögulegu samhengi. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er eins með það stjórnmálakerfi sem var til á 19. öld og teikningarnar af aðalbyggingu Háskóla Íslands. Þar var ekki gert ráð fyrir konum. Eða svo segir sagan. Það er að segja að þótt konur hafi átt lögum samkvæmt að eiga óheftan aðgang að Háskóla Íslands var ekki gert ráð fyrir kvennaklósettum í aðalbyggingunni. Og það sama átti við Alþingishúsið. Ragnhildur Helgadóttir, ekki svo sem hér situr, heldur eldri útgáfa af Ragnhildi Helgadóttur, greinir frá því í bókinni Frú ráðherra að það hafi verið svolítið sérkennilegt að taka sæti á Alþingi því þar hafi verið ýmsir siðir og ýmis aðstaða sem var hreint ekki ætluð konum, til dæmis snyrting. Þessu björguðum við Hörður Bjarnason húsameistari ríkisins, segir Ragnhildur, með því að nýta rými undir stiganum í anddyri Alþingishússins og hann kallaði það alltaf leyndarmálið okkar. Þetta var árið 1956, 40 árum eftir að konur fengu fyrst tækifæri til þess að bjóða sig fram til Alþingis. Lýðræðisstjórnmál 19. aldar gerðu ráð fyrir að allir myndigir og fjárhagslega sjálfstæðir einstaklingar, þar að segja karlar, fjárhagslega sjálfstæðir karlar, mynduðu hina pólitísku þjóð. Þetta voru hinni fullgildu þegnar og borgarar sem áttu að kjósa sér fulltrúa til þess að fara með ríkisvaldið. Og þótt þegnrétturinn hafi verið útvíkkaður fyrst og upp úr fyrri heimsstyrjöld og síðan aftur með víðtækari hætti eftir seinni heimsstyrjöld og þótt konur og eignalausir karlar hafi þannig fengið rétt til þess að kjósa og bjóða sig fram til þings og sveitastjórna þá viðhéldust eldri viðhorf.
Sagan geymir mýgrút af dæmum hvernig brugðist var við stjórnmálakonum sem aðskota hlutum í stjórnmálunum sem að truflaði gangverk þeirra. Þetta átti sérstaklega við þær konur sem presenteruðu sig sem jafngildar stjórnmálaköllunum en ekki, eins og var auðveldara, sem eins konar hjálparhellur, starfsstúlkur eða húsmæður sem áttu ótruflaðar eiga sinn litla bás, afmarkaða bás í stjórnmálunum. En hinar sem stigu út fyrir básinn, þær vöktu viðbrögð og hér koma til dæmis upp í hugan þær Katrín Thoroddsen og Rannveig Þorsteinsdóttir sem að sátu á Alþingi á 5. og 7. áratugnum. Og svo kannski meira og minna allar konur fram á okkar daga, því líklega hefur engin stjórnmálakona hingað til sloppið við að þurfa að þola kynbundna, niðrandi og meiðandi umræðu. Vissulega virðist hún vera á undanhaldi og það er ýmislegt sem að bendir til þess. En leið ber nú og meira en áður, og þess er mikilvægt að halda til haga, á að gripið sé til þess að gera lítið úr stjórnmálakonum með ofbeldisfullri og kynferðislegri orðræðu. Orðræðu sem að byggir á stjórnmálum haturs og mismununar, haturs sem að beinist ekki bara gegn konum heldur ýmsum minnihlutahópum. Reyndar virðist uppspretta þessarar hatursfullu orðræðu ekki einungis vera fordómar og fáfræði, heldur einnig sá ásetningur að skapa andstæðinga og þykja svo vera baráttumaður gegn þessum stórhættulegu andstæðingum. Þessa ofbeldisfullu stjórnmálamenningu og afleiðingar hennar höfum við dæmi frá Bandaríkjunum og Bretlandi. Hér er skemmst að minnast morðsins á bresku þingkonunni Jo Cox og allstaðar úr Evrópu reyndar, þar á meðal á Íslandi. Takk fyrir. Takk Ragnheiði kærlega fyrir og kynni Erlu Huldu Halldórsdóttur, dósent í kvenna- og kynjasögu, ímyndir og ómyndir, orðræður konur. Ágætu áheyrendur, frá upphafi hafa verið til staðar hugmyndir mismunandi hlutverk og eðli kynjanna. Karlmenn eru tengdir við skynsemi og rökhugsun, konur við tilfinningar og órökvísi. Karlar tilheyra almannasviðinu, rými athafna, pólitíkur og valds, en konur einkasviðinu, heimili og börnum. Þetta fjallar meðal annars Mary Baird, prófessor við Cambridge Háskóla, í bók þar sem hún ræðir þá eldgömlu hefð að segja konum að halda kjafti og vera sætar. Tungumálið, þar sem karlmaðurinn hefur málið, ræðuna og rökvísina á sínu valdi, rödd hans er djúp og valdsmannsleg, en rödd kvenna hefur aldrei verið nógu góð, hvorki út frá því hvernig hún hljómar, né því sem hún segir. Þessar hugmyndir, segir Baird, hafa enn mótandi áhrif á okkur og þetta þekkjum við ósköp vel í fræðunum, bæði af rannsóknum okkar og kannski eigin skinni líka. Undirliggjandi er ótti við konur sem láta ekki segja sér fyrir verkum. Þær eru talaðar niður, jafnvel með klám meiningum, eins og Bríet Bjarnhéðinsdóttir kallaði orð Jóns Þorkelssonar, sem sagði á þingi árið 1911 að konur væru góð guðsgjöf til síns brúks, en ekki til þess færar að sinna störfum og embættum sem körlum væru sérstaklega ætluð. Kvenfrelsismaðurinn Ólafur Ólafsson kallaði þessa trú á gamlan vana og yfirburði karlmannsins kynferðishroka árið 1891. Kynferðishrokin hvarf ekki þótt konur fengju sama rétt og karlar á fyrstu áratugum 20. aldar. Áfram lifði orðræðan yfirburði hins karllega, líkt og við heyrðum áðan hjá Ragnheiði og Irma fjallaði í upphafi. Konur voru ekki fullgildir þegnar í samfélaginu. En þær halda samt áfram.
sækja sér menntun, fá embætti, fá völd og þær hafa rödd og tala að halda kannski að nú séu þær virtar að verðleikum. En þá slær feðraveldi tilbaka því það á sér sína talsmenn, bæði í hópi karla og kvenna. Kvenna sem þykja vald og viðurkenningu frá hinu karllega valdi en þær ógna því ekki. Þær eru það sem fræðin kalla styðjandi kvenleiki. Feðraveldi slær tilbaka með gamalkunnugri orðræðu þar sem konur eru settar niður, allra helst á klúran og klámfengin hátt, þær eru eftir allt hitt kynið, eru skilgreindar út frá eggjastokkunum eins og Simone de Beauvoir skrifaði árið 1949, en eistu karla skipta ekki nokkru máli. Ég gæti sagt að við ættum ekki að hafa áhyggjur því þetta séu ekki karlar almennt. Karlar, vinur okkar, keppast jú við að fordæma það sem tilefni þessa málþings í dag. Vandinn hins vegar sá að allan hinn vestræna heim vex popúlískum hreyfingum fiskur hrygg og þangað fjölmenna karlar haldnir kynferðisroka. Þetta vaxandi umræða á fræðilegum vettvangi víða erlendis. Þessir karlar tala fyrir hefðbundinni hlutverkaskiptingu kynjanna og hatast við fræði og þekkingu á borði þá sem hér lögð á borð. Ég hef fylgst með framgangi ungverskra stjórnmála í þessu efni því þar í landi starfar góð vinkona mín við Central European University og berst við feðraveldið og líflátshótanir með þekkingu og orð að vopni. En stjórnvöld, feðraveldið, slær tilbaka sem aldrei fyrr og hafa bannað nám í kynjafræðum. Hvers vegna? Jú, því mest af öllu óttast þessir karlar gáfur kvenna og það sem þeir þola verst eru konur sem neita að gangast undir skilyrði styðjandi kvenleika og viðurkenna yfirburði og vald karla. Takk fyrir. Kæri þakkir Erla Hulda. Ragnhildur Helgadóttir mun flytja sitt erindi, forseti lagadeild Háskólans í Reykjavík. Erindi heitir En hvað með lögin? Komiði sæl. Í umræðum undanfarinna daga hefur oft verið vísað til þess að alþingismenn beri ábyrgð gagnvart kjósendum í kosningum og að engir aðrir geti beitt þá neinum viðurlögum vegna hegðunar þeirra. Þetta stemmir sannarlega við lög. Stjórnarskrá geymir ákvæði kjör þingmanna og sjálfstæði þeirra og þingsins og í almennum lögum að finna fleiri ákvæði sem tryggja eiga sjálfstæði Alþingis og alþingismanna. Þetta eru reglur sem eru hugsaðar til að tryggja fulltrúum þjóðarinnar öryggi og vinnufrið, ekki síst gagnvart framkvæmdarvaldinu, en vandinn við þetta þegar upp kemur mál eins og Klausturmálið tvíþættur. Í fyrsta lagi þá getur hegðun þingmannanna valdið því að Alþingi samrýmist ekki lengur eða ekki þeim kröfum sem gerðar eru til vinnustaða almennt í lögum, en atvinnurekendum til dæmis óheimilt að horfa framhjá því ef þeir verða varir við einelti, kynbundna áreitni eða ágreining í samskiptum starfsmanna sem líkur eru á að geti leitt til slíkrar hegðunar. Á móti réttilega bent á að Alþingi engin venjulegur vinnustaður. Þar takast kjörnir fulltrúar á grundvallaratriði og þeir eiga að gera það. Að baki liggur sú afstaða að lýðræðissjónarmiðin sem liggja líka baki því að þingmenn eru þjóðkjörnir og að baki sjálfstæði þeirra, að þessi lýðræðissjónarmið trompi allt annað, þannig að þær reglur og þau sjónarmið sem við látum almennt gilda vinnustaði eigi ekki við á þessum vinnustað. Þetta leiðir okkur beint að seinni vandann. Í öðru lagi þá hefur þessi hegðun sem við erum að ræða hér í dag, nefnilega áhrif á kosningar og þar með á rökin fyrir því að þingmenn njóti sjálfstæðis og að venjulega samskiptareglur gilda ekki á vinnustaðnum. Aðrir en ég hafa rannsakað og lýsa því vonandi hér og hafa lýst því hér hvernig umræða konur í stjórnmálum ólík umræðu karlmenn í stjórnmálum. Sama gildir til að taka dæmi sem stendur mér nær fræðafólk. Karlkyns prófessorum sem segja eitthvað sem fólk ósammála mótmælt, oft með rökum. Kvenkyns prófessorum mótmælt, oft með rökum og bent á hvað konur eins og þær vanti og svona að þær eigi ekki að vera mikið einar á ferli og fleira og fleira.
Þetta er algjörlega sitt hvor veruleikinn og ákvörðunin að stíga fram og tjá sig í fjölmiðlum þar af leiðandi sitt hvor ákvörðunin. Og þar, hvað snertir stjórnmálafólk, liggur hundurinn grafinn. Samkvæmt lögum og þeim sáttmálum og yfirlýsingum sem Ísland aðili að, eru það skilyrði lýðræðislegrar stjórnskipunar að fram fari kosningar sem endurspegla vilja kjósenda, þar sem kosningaréttur og kjörgengi eru almenn, kosningarnar eru leynilegar, það takmarkað kjörtímabil og tjáningafrelsi ríkir. Margir vilja telja að í lýðræði felist miklu meira og ég í sjálfu sér sammála því, en við setjum það til hliðar. En það sem ég nefndi hér áðan, kosningar sem raunverulega endurspegla vilja kjósenda, almennt kjörgengi, almenn kosningaréttur, þetta í raun og veru óumdeilt. Við þurfum ekkert að ræða það frekar að umræða eins og fór fram á Klaustri hefur fælingamátt. Hún gerir ákvörðun kvenna og fatlaðs fólk sem að bjóða sig fram til þátttöku í stjórnmálum miklu dýrari heldur en ákvörðun karlmanna sama efni. Hegðun sem hækkar þröskuldinn fyrir þátttöku í stjórnmálum fyrir suma en ekki aðra grefur undan kosningum bæði sem leið til að tryggja lýðræðislegt stjórnskipun, við getum ekki verið alveg vissum að kosningarnar endurspegli raunverulega vilja þjóðarinnar, og sem leið til að láta stjórnmálamenn bera ábyrgð. Það má nefnilega halda því fram að það hafi ekkert ógurlega mikla þýðingu að vera kjörinn eða endurkjörinn ef að maður með hegðun sinni búin að gera stórum hópum miklu erfiðara fyrir að bjóða sig fram gegn manni. Þannig má rökstyðja að hegðun sem beinist að því að gera tilteknum hópum sem í minnihluta enn erfiðara fyrir að láta til sín taka grafi undan grundvallarhugmyndinni að baki lögunum sem menn bera fyrir sig, sem sagt alþingiskosningum og sjónarmiðum það hvernig lýðræðisríki eiga að vera. Takk. Bestu takk Ragnhildur. Stefanía Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði, átti að vera með okkur en hún forfallaðist. Við sendum henni batakveðju. Þannig ég ætla að kynna til leiks Silju Bár Ómarsdóttir, dósent í alþjóðasamskiptum. Erindi hennar heitir Hversdagslegt kvenhatur. Gjörðu svo vel. Takk og takk fyrir að kalla saman þennan fund og vera hérna. Það er frábært að sjá svona marga láta sig þessi mál varða. Ég kalla erindi mitt hversdagslegt kvenhatur vegna þess að í máli þeirra sem að eru kannski ástæðan fyrir því að við erum hér kemur fram að þetta sé nú bara hlutir sem allir segja og allir þekkja. Og ég get sannarlega tekið undir það. Ég hef heyrt þessu orðræðu í heita pottinum, ég hef heyrt hana á kaffihúsum, ég man eftir henni af hálfu þjálfarana minna þegar ég var barn, að karlar sem að telja sig hafa rétt til þess að leggja mat á líkama og veruleika kvenna tali svona konur fyrir framan hver annan og jafnvel fyrir framan karla. Ekki bara fyrir framan hver annan heldur líka fyrir framan konur. Ég lærði einhvern tímann hugtakið í kynjafræðin male gaze þegar að karlar hlutgera konur, horfa á þær sem ekki sem manneskjur heldur bara sem kyntákn eða kynverur. Vinkona mín Lili Lofborov sem doktor í bókmenntafræði í Bandaríkjunum hefur sett fram hugmyndina the male glance, karla sem að rétt svona líta fram hjá konum. Þeir renna augunum yfir þær, staðnæmast ekki vegna þess að það skiptir engu máli hvað konur hafa fram að færa. Þær eru einvíðar og ómerkilegar. Hugmyndir þeirra eru ekki eitthvað sem við þurfum að taka tillit til, heldur eingöngu það hvort að hún sé minna hot í ár eða ekki. Hvernig líkaminn en ekki manneskjan. Þeir eru metnar og mældar á grundvelli útlits, ekki á grundvelli þess sem þær hafa fram að færa. Klausturkarlarnir eru sannarlega ekki einir þetta. Þeir eru ekki einir á Íslandi og þeir eru sannarlega ekki einir í heiminum. Svo Erla Hulda nefndi, þá þetta mynstur sem við sjáum út allan heim, bakslag gegn réttindum kvenna, gegn réttindum hinsegin fólks, gegn réttindum allra þeirra sem að einhverju leyti falli ekki inn í staðalmynd karlmennskunar. Og hver man ekki eftir forseta Bandaríkjanna, bæði áður en hann var forseti og eftir, þar sem hann gerir grín að fötluðum blaðamanni, þar sem hann gerir lítið úr hæfni og færni dómara sem að gat rakið uppruna sinn út fyrir Bandaríkin, eða hvernig hann lýsti fyrrverandi ástkonu sinni eftir að hún ljóstraði upp þeirra samband.
Þetta er allt saman hluti af því að gera kvenhatur hversdagslegt, að við bara lítum á þetta sem eðlilega orðræðu vegna þess að þetta er út allt, þetta er í hversdagsleikanum, við getum ekki litið fram hjá því. Orðfæri á borð við þetta er orðið svo viðurkennt að við getum næstu því sagt allir tala svona. En ef þú ætlar að fá að stjórna landi, þarftu ekki að bera aðeins meiri ábyrgð, eins og Ragnhildur var að segja. Skarast ekki þarna einhver mörk það hverjar, þú mátt hafa einhverjar svona hugmyndir, en þarftu ekki að bera ábyrgð á því þegar þú viðrar þær, þegar þú gerir lítið úr þeim sem þú vilt fá að hafa völd yfir. Og það bara sýnir okkur hversu ómerkilegar konur, hversu ómerkilegum þessi karlar eru, hversu ómerkilegar þeim finnst konur vera. Að þeir setja fram þessar hugmyndir en þær byggja svolítið á hugmyndum eigin virði. Það sem hefur verið að koma í ljós í rannsókn núna í Bandaríkjunum er að karlarnir sem kjósa Trump, það er ekki karlarnir sem að tengja sterkt við karlmennskuna. Það eru karlarnir sem óttast karlmennsku sína. Það er veik karlmennska. Þetta eru karlarnir sem sitja á kvöldin og googla lágt testosterón, rislyf. Þeir eru hræddir stöðu sína í samfélaginu. Það er minnstur á milli þess, það var ekki minnstur í þingkosningunum 2014, það var minnstur í þingkosningunum 2016, forsetakosningunum 2016 og í þingkosningunum 2018. Þetta eru karlar sem óttast stöðu sína í samfélaginu, þeir óttast að það sé að fjara undan stöðu sem að feðraveldið hefur veitt þeim, hefur skapað þeim og þeir telja sig eiga rétt á. Þetta er einkenni á kjósendum Trumps, ég er ekki með neina rannsóknir á Íslandi, en mig grunar að það sé eitthvað svipað. Og það kannski sem að skiptir mestu máli er að átta sig á að þetta er helstríð og dauðateyjur feðraveldisins. Sýrlenski fræðimaðurinn Fouad Jami sagði í kjölfar umdeildra greinar hérna í lok kalda stríðsins: hefðir eru sterkastar þegar þau eru við það að bresta. Og ég ætla að segja það að þessu helstríði karlmennskunar, brothættu karlmennskunar getur ekki lokið nógu fljótt. Takk fyrir Silja Bára. Þorgerður Þorvaldsdóttir, doktor í kynjafræði, flytur erindi sitt löglegt en síðlaust. Já, komið sæl. Ég bætti aðeins við titilinn, þannig núna löglegt en síðlaust. Hversu lengi getur vont versnað? Þann 24. nóvember 2017 birtu rúmlega 400 konur úr öllum stjórnmálaflokkum MeToo áskorun og 136 ofbeldissögur undir myllumerkinu í skugga valdsins og þar með var íslensku MeToo-byltingunni hrundi af stað. Þá héldum við að botninum væri náð og að nú væri aðeins hægt að spyrna í bakkan og fara upp á við. En tæplega ári síðar hittust 4 þingmenn Miðflokksins og 2 frá flokki fólksins á óformlegum drykkjufundi á Klausturbar og sorinn og skíturinn sem upp úr þeim vall var slíkur að það var eins og MeToo hefði aldrei gerst. Hatursorðræðan, þar sem megn kvenfyrirlitning blandaðist fötlunarfyrirlitningu og homofóbíu, var gegndarlaus og við þurfum að þora að kalla hlutina réttum nöfnum. Hatursorðræða er lauslega skilgreind sem öll tjáning sem dreifir, hvetur til, stuðlar að eða réttlætir, hatur sem byggir á umburðarleysi og fjandskap gegn hverskyns minnihlutahópum og gegn konum. Bergþór Ólason talaði það að hann hefði notað orðfæri sem honum væri framandi og hann vissi ekki til hann hefði notað áður. Á þingfundi tók Steingrímur J svo undir þessi ummæli og smættaði hatursorðræðuna niður í óráðshjal. Forseti Alþingis er þannig búinn að gefa þeim fjarvistasönnun. Þeir voru með óráði, þeir vissu ekki hvað þeir sögðu eða gerðu. En hvað ef? Hvað ef Marvin Huldumaður hefði ekki kveikt á upptökutækinu og við hefðum aldrei fengið að vita hvað framfór á Klausturbar þetta kvöld? Orðin hefðu samt verið sögð, kvenhatur, fötlunarfordómar og homofóbía hefðu fengið að flæða þótt enginn vissi neitt. Hvar hefðu afleiðingarnar birst? Hvaða áhrif hafa svona orð og hugsanir ef þau liggja í þagnargildi? Í
á vinnuna í þinginu, á lagasetningar, á nefndarstörf og á samskipti við fólkið sem var útúðað. Í fyrirlestri sem Cynthia Enloe hélt hér fyrra á árinu í tengslum við MeToo áréttaði hún mikilvægi þess að skoða allar MeToo-sögurnar sem hluti af sömu heild. Aðeins lítill hluti MeToo frásagnanna sögðu frá nauðgun eða öðru grófu líkamlegu ofbeldi. En hún lagði áherslu á það að það væri samhangandi þráður milli þeirra og litlu sagnanna sem segja frá niðrandi athugasemdum og eitruðu tali. Þá myndi hún okkur á að feðraveldið fer aldrei í frí. Það finnur stöðugt upp ný tæki og aðferðir til þess að viðhalda sér, aðlagast og endurnýjast. Nýjasta birtingamynd feðraveldisins hér á landi eru því karlar með óráði. Að lokum mikilvægt að hafa í huga að hatursglæpir hafa alltaf byrjað með niðurlægjandi og hatursfullri orðræðu. Orð eru til alls fyrst. Þess vegna svo mikilvægt að bera kennsl á hana og stöðva hana áður en hún magnast upp og umbreytist í hatursglæpi. Takk fyrir. Kæri þakkir, Þorgerður. Eyja Margrét Brynjarsdóttir, aðjúntur heimspeki, flytur erindi sitt umtal sem kúgunardól. Komið sæl. Eitt af því sem hefur verið rætt varðandi Klausturmálið og sem virðast vera kannski svolítið skiptar skoðanir hvort fyrirlitningatal eins og það átti sér stað sé óvænt og óvenjulegt eða hvort þetta sé eitthvað sem má búast við. Fólk hefur verið hikandi við að samþykkja hið síðarnefnda því þá sé verið að normalisera slíkt tal og að dregið sé úr alvarleika málsins með því. Sigmundur Davíð hefur raunar viðhaft slíka orðræðu, hann hafi margoft orðið vitni að sambærilegu og verra og að það tali bara annað hver maður svona. En ég tel nauðsynlegt að ræða fyrirsjáanleika orðræðu eins og átti sér stað á Klaustri. Alls ekki til að réttlæta hana, heldur til að benda á hvernig þessi fyrirsjáanleiki eins og svipa gagnvart konum og fleiri jaðarhópum. Flestar konur sem hafa sig eitthvað í frammi á opinberum vettvangi vita nefnilega vel að þær mega búast við refsingu fyrir það. Viðbjóðslegar ofbeldishótanir sem dynja á konum sem fjalla opinskátt málefni kynjanna á netinu eru dæmi slíkar þöggunartilraunir. Það auðvitað vel þekkt að fólk sem áberandi í þjóðlífinu lendir oft milli tannan á fólki og þannig að það ganga alls konar kjaftasögur það, óháð kyni eða annarri flokkun í samfélagshópa. En umtalið sem konur verða fyrir harðskeyttara, grófara og meira ógnandi en það sem karlarnir lendi. Já, nema kannski öðru samkynhneigðir. Orðræðan á Klaustri Lilju Alfreðsdóttur skýrt dæmi nauðgunarorðræðu. Ég bara get ekki túlkað hann öðruvísi. Karlarnir eru ekki að lýsa því að það langi til að sofa hjá henni vegna þess að hún sé álitleg, sem nú kannski það sem við lítum á sem eðlilega ástæðu þess að girnastara manneskju. Þótt að væri auðvitað í þessu tilviki óviðeigandi hlutgerving, svona miðað við samhengið að vera eitthvað að ræða það. En þeir tala að vilja ríðinni þrátt fyrir að hún sé laus við allan kynþokka að þeirra mati og að þeim líki illa við hana, auðvitað vegna þess að hegðun hennar snýst ekki að reyna að þóknast þeim sérstaklega. Samfaratalið þarna sett fram sem hugmynd réttláta refsingu Lilju til handa fyrir það að láta illa stjórn. Og þó að illt umtal eigi sér sjaldnast stað í viðurvist viðkomandi, þá vita konur það vel að svona verður talað þær ef það leyfa sér að rauka bátnum. Einhvers staðar verður haldið fram að það sé ekki bara erfiðar, óalandi og óferjandi, heldur tíkur og kundur og jafnvel sitja einhverjir kallar og plotti hópnauðgun á þeim, jafnvel þótti láti vonandi aldrei af henni verða. Og þess vegna þurfi þær að hafa sig allar við til að reyna að þóknast köllunum, vera þægar, vel liðnar, annars glati allri virðingu og enginn geti unnið með þeim.
Það þarf mikinn kjark til að hætta á að vera umtöluð kona. Takk fyrir. Takk Eija Margrét. Henry Alexander Henriksson, adjunkt við heimspeki og sagnfræðideild, ætlar að segja erindi sinn, hans heitir Sorry með mig, en bannað að segja það sem manni finnst. Má ekkert lengur. Já, góðan dag, gaman að sjá ykkur svona mörg hérna í dag, þó að tilefni sé nú ekki beint skemmtilegt. Ég ætla að taka fram bara svona disclaimer í upphafi að ég ekki að tala, ég sem sagt oft kenndur við siðfræðistofnun, ég ekki að tala í nafni hennar hérna. Það sem ég segi í dag ekkert endilega skoðun einhverja stofnunar hérna, þetta bara persónuleg skoðun mín. Og svo ég líka svona að fara að láta störfum hérna fljótlega, þannig að ég finnst ég kannski aðeins frjálsari til að tala en oft. En ég hef sem sagt kannski komið í fjölmiðla reglulega undanfarin ár, kannski oftar en svona gott út af þessum málum, svipuðum málum, undanfarin ár, kannski 5 ár. Mér brá dálítið þegar ég fór að hugsa þetta daginn. Í síðustu viku þegar fjölmiðlar byrjuðu að hringja svona í mann þegar til lokavikunar, ég var ekki staddur á landinu þá, og þá fór ég svona að rifja þetta upp og sko þessi mál undanfarið og mundi sérstaklega eftir einhvern tímann var ég á forsíðu Fréttablaðsins og hafði sagt að íslensk stjórnmál væru svo barnaleg. Það var margir sem vitnuðu í þetta og fólk svona hafði þetta eftir mig lengi og eftir. Og í síðustu viku var ég með hissa því ég fattaði að ég mundi ekkert hvað mál þetta var. Þetta rann allt saman, þetta var svo mörg mál, þetta var nokkra missera fresti hefur þetta verið og það truflaði mig mikið, þannig að það var svona annað atriði sem truflaði mig með þetta, af hverju ég hefði sagt þetta, að íslensk stjórnmál væru svo barnaleg. Og svo kannski áttaði mig líka á því að ég hafði aldrei útskýrt hvað ég átti við. Það hafði aldrei notað tækifærið og útskýrt og kannski hjálpaði með að reyna að koma fólki í skilning hvað ég var að vísa í. Að ég ekki bara að vísa í að maður getur sagt að einhver sé barnalegur og vísaði í eitthvað svona kannski einhvern eldra sískinni eða eitthvað. Við stundum tölum það að allt betra á Norðurlöndum, það svona stóri bróði sem við vísum í, við erum alltaf kjánulega hérna barnalega en þeir kunni þetta hérna. Sérstaklega kemur á stjórnmálum. En ég held að þetta sé ekki nóg. Við þurfum aðeins að átta okkur að byrja hvað það hérna sem ekki að virka á Íslandi. Og ég hef undanfarið talað að það kannski einhver svona skortur á einhver skilningi. Það ákveðin skilningu sem vantar hérna. Og hann kom dálítið í ljós í síðustu viku í framhaldi af þessu máli. Þetta skilningsleysi eða skortur á skilningi. Í svona til dæmis í kommentakerfum þar sem fólk hafði orðið til dæmis að spurði eða bannið að segja það sem manni finnst og svo í viðtölum með þá sem tóku þátt í þessum afglöpum sem spurðu sko benda á að einkasamtöl væri ekki það sama og opinber ummæli og fleira. Og okkur finnst samt eitthvað einkennilegt við þetta í þessu samhengi. Við erum kannski, einhver tókstreita hérna, jú, líklega má maður segja það sem manni finnst og það maður vill kannski eiga sín einkasamtöl. En hvers vegna truflar þetta okkur? Í þessu, okkur truflar klausturmálið okkur svona mikið? Í hverju felst þessi tókstreita? Hvers vegna erum við ekki sátt við það að fólk hafi þessar skoðanir, eða minnst þessi menn í þessu tilviki? Og það er flókið mál að komast kannski til skila hérna í svona nokkru mínútur sem ætlaðar, en ég hef nú haldið nokkur erindum þetta núna undanfarið kannski síðastliðin 2 ár og ég ætla kannski aðeins reyna að útskýra hvað ég er að fara. Og ég hef reynt að útskýra þetta þannig að bara þurfum að hugsa það að flestum störfum, eða mörgum störfum, eða ég tala yfirleitt hlutverk, fylgja mikil réttindi og tækifæri. Skurðlæknar hafa til dæmis einkarétt á því að stinga hnífum í fólk í samfélaginu. Og það að hafa þessi réttindi, hafa þennan möguleika, þessi tækifæri, þau fylgja þessum réttindi fylgja mikla skyldur. Og það sama með kjörna fulltrúa. Kjörni fulltrúar hafa tækifæri og rétt til þess að fara með taka ákvarðanir almannahag. Þeir starfa sem sagt í umboði annarra. Og við það að vera í þessu hlutverki, sem alveg einstakt hlutverk, þá hellast yfir viðkomandi margvíslega skyldur. Þeir geta kveinka sér yfir því, fundist þetta ósanngjarnt og svo framvegis, en þetta ekki eitthvað sem ég var bara að búa til. Þannig virka lýðræðið, svona virka fulltrúalýðræði. Það er komið tími til þess að við kannski gerum okkur betur grein fyrir þessu.
Kjörnir fulltrúar starfa í umboði annarra. Og þessar margvíslegu skyldur sem ég er að tala eru sem sagt, þeir langur listi. Þetta eru á þessum lista eru til dæmis skynsemisskyldur, eða skylda það að haga sér skynsamlega og komast að skynsamlegum niðurstöðum, láta skynsemi stjórna ákvörðunum sínum. Það að vera varfærin, það að vera tilbúin til fyrirsvars ákvarðanir sínar, skylda að varðveita traust líka og svo líka skylda sem við getum kallað kannski óhlutdrægnisskyldu. Og inn í þessari óhlutdrægnisskyldu líka skylda að gæta jafnrétti. Það sem sagt ekki val eða einhvers konar geðþótta ákvörðun eða samvisku spurningum eigin sannfæringu eins og oft talað að ákveða hvort að maður geti í starfi kjörins fulltrúa haft ákveðna skoðanir eða ekki. Jafnréttissjónarmið eru bara einfaldlega og meðal annars hluti þess sem manni ber að tileinka sér. Og hvers vegna? Jú, vegna þess að maður situr ekki umboði sjálfsins. Maður situr ekki umboði fjölskyldu sinnar. Maður situr ekki sem kjörinn fulltrúi eða í umboði ákveðina stuðningsmanna. Það er sama þó stuðningsmenn eða stuðningsfólksmanns sé yfirlýstir xenófóbar og homófóbar. Kjörinn fulltrúi getur ekki gert skoðanir þeirra að sínum. En við getum því miður lítið gert í þessu eins og kerfið er byggt upp. Við getum gert lítið annar en að auka þennan skilning. Við getum reynt að útskýra þetta fyrir kjörnum fulltrúum og það er verkefni okkar í dag. Við berum engan út, en eins og við aðra kennslu og þegar við reynum að auka skilning, þá megum við heldur ekki missa þolinmæðina. Og hér í dag hef ég einungis talað þetta í þessu samhengi við kjörna fulltrúa. Auðvitað er alvarlegt mál að þessar skoðanir séu til almennt, en Klaustursmálið sérstakt og ég legg til að við höldum okkur við það í bili, missum ekki þolinmæðina og reynum að sjá til þess að þessi skilningur verði til og komist til skila. Takk. Takk, Henry. Næst síðasta erindi eftir Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur sagnfræðingi, Þrána smjör, nokkur orð homofóbíska orðræðu íslenskra popúlista. Takk fyrir. Geir slapp í gegnum þetta eins og smjör á smokknum hjá honum þarna Friðriki Ómari. Þessa undarlegu anekdótu lét Gunnar Bragi, þingmaður Miðflokks og fyrrum utanríkisráðherra, falla í Klausturskonsertnum margumrædda, en þar skipun Geirs H. Haarde í sendiherrastöðu líkt við endaþarmsmök samkynhneigðra karla. Fyrir utan hið augljósa, það er að segja hversu rætin og óforskomið þessu ummæli eru, nokkuð sem vekur athygli. Fyrir að fyrsta að fyrir að vera utan að vera fullkomlega óskiljanleg, þá þjóna þessi ummæli engum tilgangi í samtalinu nema það að eiga að vera fyndin og undirstrika hvað Gunnar Bragi ennur sniður og kaldur kall. Það er að segja að Friðrik Ómar ekki tekin freka fyrir, nýjanna hinsegin fólk almennt, allavega samkvæmt þeim hluta sem við höfum aðgang af í gegnum fjölmiðla. Eini tilgangu þessa ummæla virðist einfaldlega að vera sá að tikka í öll bóksin hatursorðræðu í garð minnihlutahópa. Og það kemur ekkert á óvart. Miðað við hvert umræðan var búin að fara og þá heimsmynd og þann valdapíramíta sem búið var að draga upp sem byggðist á kvenfyrirlitningu og fötlunarfordómum í sínu verstu mynd, þá var það nánast orðræðuleg skylda mannsabor við Gunnar Braga að hnýta saman einhvern homofóbískan þvætting og klína utan í ummæli sendiherrastöður. En ef við lítum nú aðeins nánar á hvers konar útgáfu af homofóbíu Gunnar kaus að bregða fyrir sig, að það sjáum við að þetta frekar gömul orðræða, þar sem endaþarmsmök homma eru sett í forgrunn. Þetta til dæmis ekki hluti af nýrri gerð af homofóbíu sem rekst oft á tíðum á kommentakerfum í dag, þar sem ráðist á hinsegin fólk fyrir að vera of frekt og heimta eitthvað sérréttindi sér til handa. Ef við gefum okkur að Klaustursjalið sé ekkert einsdæmi, heldur á einhvern hátt dæmigert fyrir þangagang ákveðins hóps í þjóðfélaginu, kemur glöggt í ljós að það ennþá mjög grunnt á rætinu orðræðu þar sem hinsegin fólk smætta niður í kynfæri sín og samkynja kynlífi stilt upp sem einhverju ónáttúrulegu, óþægilegu og óviðeigandi. En þetta þrástef sem hefur verið notað til að svívirða homma og lesbíur og hinsegin fólk alla síðustu öld og greinilega líka á þessari hér.
Í ljósi þess að þarna voru á ferðinni einstaklingar sem eiga heita að vera í fósfari fyrir jafnréttisbaráttu sýnir okkur á blygðunarlausan hátt hversu grunnt ennþá á fordómum á sóðalegasta tagi og hversu sá árangur sem við teljum okkur þó vera búin að ná að 40 árum af mannréttindabaráttu hinsegin fólks í raun brothættur. Í þessu samhengi áhugavert að skoða viðbrögð samtakanna 78 sem sendu út yfirlýsingu en í yfirlýsingunni tekið fram, tilvísun hefst, að samtal alþingismanna á Klaustri lýsir djúpstæði kvenfyrirlitningu, hinseginfóbíu og fötlunarfordómum sem ekki hægt að unna. Mannréttindabarátta þessara hópa sem og annara hópa, minnihlutahópa, tvinnast saman og fylgist að, tilvísun lýkur. Þetta sjónarhorn sem unnið út frá hugmyndum samtvinnun eða intersectionality og margt áhugavert, en í fyrstu stefnuskrá samtakana frá stofnárinu 1978 einmitt tekið fram í 6. grein að, tilvísun hefst, öll mannréttindi eru samtvinnuð. Homosexuál fólk á því samleið með öllum öðrum sem farið í manngreiningarálit við. Við homosexuál fólk á Íslandi viljum því að félag okkar styðji önnur félög leita mannréttinda og afli stuðnings þeirra, tilvísun lýkur. En þá má segja að oft á tíðum hafi lítið farið fyrir þessari samþættingar hugsjón í fyrstu stefnuskránar í starfi og baráttu samtakana í gegnum tíðina. En það eru engin ný sannindi að homofóbía og kvenfyrirlitning séu samofin fyrirbæri þar sem eitt væri ekki til án annars, en það sjaldan sem að fara að upplifa það svona glöggt í praxis eins og klausturkonseptin sannaði. Fyrir mig ljósapunkturinn í þessu svo að þau samtök sem eiga að standa í fósfari fyrir okkur homosexuál fólk, svo ég bræði fyrir mér orðræði 8. áratugarins, virðist allavega tilbúin að nálgast vandann út frá breiðari sjónarhorni sem ég tel að sé lykilhugmynd í þessari baráttu. Takk fyrir. Takk, Hafdís Erla. Dagný Kristjánsdóttir, deildarforseti í Íslensku menningardeild, ætla að flytja sitt erindi í Tartu að eyðileggja þessa góðu stund okkar. Hvað Dagný? Það hún. Kona sem opnaði íslenskar bókmenntir fyrir mér. Aðeins að leiðrétta það, ég ekki deildarforseti lengur, en ég verða. Bandaríski heimspekingurinn Judith Butler skrifaði bók hatursorðræðu sem heitir Æsingatal eða Excitable Speech, A Politics of the Performative, árið 1997. Þar talar hún vald tungumálsins. Við getum ekki á þess verið, við hugsum í orðum og sögum allan sólarhringinn, við flokkum, greinum og röðum upp og reynum að skilja. En orð eru aldrei hlutlaus, það hægt að ráðast á okkur með orðum. Orð verða þá gjörðir eða orðagjörningar, speech act, eins og mállýsindamaðurinn J.L. Austin kallaði það. Við verðum vitni að þessu oft á dag og því sömuleiðis hve viðkvæm við erum gagnvart tungumálinu. Það sést til dæmis í því að við tölum að orð séu særandi. Orðagjörningurinn verður þá beinlínis líkamlegt ofbeldi, særandi og meiðandi. Hluti af hinni uppbyggilegu hlið tungumálsins þegar einhver ræðst á því í orðum, þá getur oftast svarað fyrir þig og snúið árásinni við. En það þetta sem tekið úr sambandi með hatursorðræðu. Ef einhver kallar mig Áslaugu, þá get ég leiðrétt þá sagst heita Dagný. Ef einhver segir ég fari með rangt mál, þá get ég hrakið það. En ef einhver kallar mig Tík eða Kuntu og segir ég skil að ég sé barinn eða mér sé nauðgað, það orðagjörningur sem ofbeldisfullur og sá sem særður hefur verið með orðunum getur illa varið sig. Það mjög erfitt að taka upp skynsamlega rökræðu það nei, ég á ekki skilið að mér sé nauðgað og svo framvegis. Dönsk þingkona segir sem kona í pólitík kynnist maður strax óformlegum valdastruktúrum. Það getur verið fundaboð sem skila sér ekki ákvarðanir sem eru teknar á bara eftir fundi, röksemdir og viðhorf sem eru gerð hlægilega eða stjórnsami kallar í hópnum sem taka yfir og fá hrós og heiður fyrir góðar röksemdir eða góðar hugmyndir sem kona hefur sett fram. Þetta návíið frekar svona kunnulegt og huggulegt eða þannig.
en verra kynferðislegt áreiti frá ókunnugum mönnum sem flæðir yfir stjórnmálakonur á samfélagsmiðlunum eða í athugasemdum blaðana, koma í smáskilaboðum eða í póstinum. 27% danskra stjórnmálakvenna sögðust hafa orðið fyrir slíkri áreitni. Özlem Cekic, sem með kurdískan bakgrunn en uppalinn í Danmörku, var þingmaður á danska þinginu í 8 ár. Hún hefur verið kölluð kettling og íslamistahóra og fucking lýðræðissinni, fleiri ónefnum og ógeði sem of gróft til þess að berlínska tíðin treysti sér til þess að birta það. Hún segir samt að sé auðveldara að tala og taka á rasískum árásum og ofsóknum. Það veki reiði og samúð fólks, en kynferðislegar ofsóknir hins vegar kalla á allt önnur viðbrögð. Þá dragi menn sig frekar tilbaka og spyrji hvort ekki sé vera oft túlka smá daður eða bara meinlaust grín, smá klip í rask, hvað gerir það þér og svo framvegis. Þá koma athugasemdir eins og Gunnar Bragi kemur með í klausturs upptökunum þegar að Önnu Kolbrún og Árnadóttur tekst loksins að brjótast inn í samtalið sem þá snýst Írisi Róbertsdóttur. Anna segir, viljið velta þessu fyrir ykkur ef þetta væru kall? Og Ólafur Ísleifsson segir, æ. Og Gunnar Bragi segir, leyfðu okkur nú að eiga þessa stund saman. Með öðrum orðum, ekki vera ferköntu og leiðileg, ekki spilla góðu stemningunni. Og þetta segir líka, ef þú vilt vera hluti af henni góðu stemningu og þeim buddyisma sem ríkir með okkur þingmönnunum, þá verður að taka þátt í að úthúða öðrum konum. Þetta sem sagt eineltis og orðræða og sexismi sem konum í stjórnmálum þannig gert að taka við. Og sexismin sem sagt kemur ofan á þá nýju hatursorðræðu sem kallar í stjórnmálum verða líka að taka við í dag á samfélagsmiðlunum. Þetta staða sem enginn sá fyrir þegar konur fengu kosningarétt og kjörgengi fyrir öld síðan. Að því leyti til má kannski segja að því þetta nýtt, að klaustursumræðurnar séu viðvörun eða wake-up call og þarf áminning sem við verðum að bregðast við strax ef við viljum standa vörð lýðræðið og mannréttindin. Takk. Kæri þakkir Dagný. Nú komum við að öðrum hluta málþingsins sem eru pallborðsumræður. Anna Dís Greta Rudolfsdóttir ætlar að stýra þeim en þátttakendur verða Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, Þorsteinn Vigfússon, alþingismaður og fyrrverandi jafnréttisráðherra, Helga Vala Helgadóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis, Halldóra Mogensen, hún hér? Já, ég veit ekki. Hún ekki hér, ok. Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingiskona, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, ég sé hana ekki hér, en hún alþingismaður ritari Sjálfstæðisflokksins, og Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar og baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks. Gjörðu svo vel. Mig langar að þakka ykkur öllum fyrir þessi mjög svo áhugaverðu erindi sem að hafa vakið upp ýmsar hugsanir, og það sem ég fannst alveg sérstaklega gott við þessi erindi að þau leituðu út fyrir umræðuna slíkra. Það var ekki bara snúist það hvort einhver var með gott innræti eða vont,
heldur farið að skoða samfélagsgerðina og möguleika þessara orðræðu, hvað það sem gerir mögulegt fyrir þessa menn að tala með þessum hætti. Náttúrulega ýmsar spurningar sem hafa vaknað í kjölfarið. Bara svo ég byrji hérna aðeins að sjálfur mér hvernig mín aðkomi að þessu. Ég hef núna undanfarna mánuði verið að greina MeToo orðræðuna og sögurnar ásamt henni Gyðu Margrétu Pétursdóttur. Þannig að mér er svolítið tamt að sjá þetta sem framhald af því. Í MeToo umræðinu þá voru til dæmis stjórnmálakonur mjög mikið að greina sinn vinnustað og það valdakerfi sem þar er. Og mér er svolítið fróðlegt að tengja yfirskrift þessa málþings, takk fyrir, við MeToo, að þar var mjög stundum verið að tala flottu ungu konuna sem að virðist vera mjög hampað í stjórnmálaflokkum og þeir voru að tala hvort einhver væri nógu hot til þess að vera á framboðslistanum eða ekki. Og það eru margir feministar sem benda einmitt á að áherslan á ungu flottu konuna, hvort sem í stjórnmálum eða annar staðar, sé ein birtingarmynd feðraveldisins í svona nýfrjálshyggju samfélagi. Þar sem að orðræðan gengur út á að jafnrétti sé náð, konur þurfa bara að vinna í sjálfum sér, þurfa að vera besta útgáfan af sjálfum sér, taka góðar ákvarðanir, þá geta að láta drauma sína rætast. En það sem kemur fram þarna að augljóslega á feðraveldið að meta hvort það hefur tekist, og þetta er orðræða sem er mjög blind á kynjaðan veruleika. Nú svona í ljósi atburðina í Klaustri, ég ætla ekki að tala allan tíma sjálf, bara, að þá virðist MeToo og svo kröftuga umræða sem fylgdi því átaki augljóslega ekki duga til, allavega fyrir þessa ákveðnu karla. Valdakarlar eru enn að meta stjórnmálakonur út frá því hvort þær eru hot eða not. Og fatlaða konur með sterkar barátturaddir en óhefðbundna líkama, svo ég vitni í Freyju Haraldsdóttur, eru meira að segja afmennskaðar. Þeirra líkamar passa ekki inn, svo þær eru dýr. Það er eins og konur séu þarna til að þjónasta valdakarlana og mjög áhugavert einmitt að hlusta á erindi þitt, Irma, í því sambandi. Þið konur og karlfeministar þurfi núna að vinna samhliða þessu fólki sem við höfum þessi niðrandi ummæli. Hvað sjáu þið fyrir ykkur næst? Hvernig ætlið þið að taka á þessari stæku kvenfyrirlitningu og fötlun og fordómum á ykkar vinnustaf? Hafið þið eitthvað hugsað það hvernig þið ætlið að reyna að breyta þessari orðræðu? Þetta er stór spurning, ég veit það. En ég veit að þið kunnið að tala. Ef ég byrja hérna á þér, Helga Vala. Já, ég kannski, heyrist ég vel? Já, ég er leikari. Já, ég vil kannski bara byrja því að segja að það snertir mig að vera hérna. Af því að þetta er vinnustaðurinn okkar og þó að þetta sé mjög þetta er ekki hefðbundið stað, þá hefur þetta rosalega mikil áhrif. Öll þessi umræða hefur haft mjög mikil áhrif í vinnunni okkar og á okkar líf frá fyrstu mínútu. Við vöknum með þetta og við þurfum að sofa með þetta. Og þetta var það fyrsta sem að gerðist á fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í morgun, að það var rætt þetta. Og hér erum við að ræða þetta og þetta er alltaf fríð. Ég vilti bara segja að þetta er ekki bara eitthvað, þetta hefur mjög mikil áhrif. Og hvernig ætlum við að breyta þessu? Ég held við séum að breyta þessu með því að ræða þetta saman. Og við breytum þessu ekki við 63 þingmenn, heldur við breytum þessu með ykkur öllum. Og þetta er ofsalega dramatískt, þetta er sagt svona, en þetta er sagt svona. Og við þurfum að fá aðstoð við það. Og við fáum aðstoð við það með því að samþykkja þetta ekki og gera ekki lítið úr þessum ummælum öllum. Segi ég sem er MeToo og stórhættuleg að mati þessa fólks.
Frá þessari stórhættulegu konu yfir að Þorsteini. Já, það var mann eiginlega bara eftir í huga þessum við að vera en ég líka bara meita því að sko, þetta var ömurlegt sem karlmaður að sitja því að karlar tala svona konur ann og vinna því. Ég hef bara aldrei heyrt sko, ja, mikla langgrúpu af ógæstlega umræðum eins og þessu upptöku byrja þess. En þetta auðvitað það sem það svo gegn, svo lýsandi fyrir pólitísku menningu. Þegar maður horfir á hvernig konum hefur vegnað í stjórnmálum fyrir einhverjum tíðina, að það einmitt þessi dæmigerðar uppgangur ungrar, frambærilegar konur sem mætir sér að einhverjum viðbjörnstöðum viðbútt í gegnum allir sem þeir og endar á því að höfskast út af þessum vettvangi allt og snemma. Og raun og yfirleitt samhliða því sem að konun að verða öflugur ógnandi stjórnmálamaður gagnvart kallaveldinu komið til valda á áhrif. Og það þetta menning sem við þurfum að uppræta í samfélaginu. Þegar maður ræðir jafnréttismálin sem karlmaður, mér alltaf efst í huga þetta svo skerðilegt fyrir karlar líka á jafnrétti sem ógn við sig. Það snýst ekkert ógn. Það snýst að við tökum þátt í því að tryggja jafnrétti. Ekki að það sé að ógna okkar stöðum með eitthvað hnekk. Við höfum bara tryggja að það sé að þetta saman mál. Það sé að þetta spila eftir sömu leikreglum og með sömu tækifærum óháð kyni og óháð uppruna hverju sem aðeins. Það þetta svo skemmilegt að horfa á þessa orðræði sem þarna er byggt. Að auðvitað berum við sem stjórnmálamenn miklu meiri ábyrgð í þessari umræðu má ekkert lengur. Auðvitað megum við segja þessu hvaða virkar sem við þetta hug. Við þurfum að standa ábyrgð á þeim orðum og okkur ber skylda sem þingmönnum að gæta hagsmunum allra sem við erum þingmönnum, ekki bara þeirra sem kaus okkur, ekki bara helmings þjóðarinnar kallana eða hvernana eða hvað það er. Við verðum að tryggja það við sem að vinna fyrir þjóðum í heim og það er ekkert með trúverð en það er bara með þjóðum. Þannig að maður bara mjög sinni yfir þessu umræðum leið undirstykkar hann bara mikilvæg þess að við tökum þáttinn líka kallast að uppræta svona umræðum og í hvaða hóp sem í samfélaginu. Bara þá enginn ekki þurfa að sitja undir svona umræðu, jafnvel þó hún hafi ekki í lokaðan hóp eins og það er. En vonandi verður þetta mál til þess að það verður einhverja uppvakning fyrir þá þetta ábyrgði sem þú hafa að segja. Svandís. Já, ég kannski ekki hvert orð þeirra sem að hérna hafa talað og líka það sem að Helga var að nefna hérna það hversu mikið það snertir mann að þetta mál skuli vera á dagskrá alls staðar og það skiptir svo óendanlega miklu máli að fræða samfélagi með þátt í því. Einhvern tíma að tala kynjajafnrétti í skipulagsmálum og fyrst þegar ég heyrði það og segði mér hvað kemur skipulag kynjajafnrétti. Svo þegar var farið að ræða söguna af ungu konunni sem erum við allar sem man eftir því að hafa gripið lífrakipuna í Vasanum af því að við vorum að ganga eftir skuggasöfni og eða í bílakjallara sem var óupplýstur og við hugsuðum hvernig kemst ég hraðast hérna út, hvernig ætla ég að bregðast við þegar verður ráðist á mig að það gerist. Og það að þessi raunverulegur veruleiki kvenna á öllum aldri að búast við því að það sé ráðist á þér. Það er sá veruleiki sem við tala hér. Já. Og mér fannst allt í einu eins og bílakjallarinn væri komin inn í stjórnmálinn. Að í raun og veru værum við komnar í þá stöðu að það væri ekki bara búið að hækka þröskuldinn inn í stjórnmálinn, heldur væri það líka orðið þannig að stjórnmálinn væri orðin hættulegu staður að vera. Og það er svo grafalvarlegt fyrir lýðræðið ef það er orðið þannig
Og það þannig í litla húsinu okkar við Austurvöll í dag að það raunverulegur ótti sem að á heima þar þessa dagana. Það sem að endurspeglast í því sem að gerðist á Klausturbarnum hluti af því sem að gerast í samfélagunum öllum á Vesturlöndum. Það uppgangur öfgavæðisins sem að lítur á hatursorðræðu gagnvart konum, hinsegin fólki og fötluðu fólki sem hluti af pólitískri umræðu. Það bakslag í afstöðunum til fóstureyðinga, það bakslag í afstöðunum til innflytjenda og þetta flagg sem við höfum að reisa út alla Evrópu og í Bandaríkjunum. Og þessi umræða á Klausturbar toppurinn á þeim ísjaka í íslenskum stjórnmálum. Og þess vegna finnst mér í raun og veru svo litlu máli skipta hvort að allir tala svona eða sömu tala svona. Og hverjir hafa heyrt þetta og hverjir hafa ekki. Vegna þess að við sem að höfum haft fylgst við stjórnmálum og í talningum kvenréttinda og kynja umræðu áratugaskeið, við vitum að við erum í miðju bakslagi. Og þetta bakslag sést í þessari orðræðu og kannski það blessun á einhvern hátt að það var þarna maður með undirflutningi sem að fólkið sem þarna var og tók þátt í þessu umræðu hélt að vera útlendingur. Ég vildi óska þess að þetta væri partur af dauðastríði feðraveldisins og ég geti tekið undir það með Silju Báru, en ég líka vissum að margt af því sem þarna var sagt í raun og veru viðbragð við MeToo. Vegna þess að bakslagið sem við sáum í síðustu alþingiskosningum og snerist á áþreifanlegan hátt fækkun kvenna á Alþingi, einfaldlega höfðatölu mat, að það endurspeglast líka í því að viðhorf af þessu tagi eru til umræðu í marga klukkutíma þar sem að formaður stjórnmálaflokks og formaður þingflokks eiga sæti við borðið og gefa þessari orðræðu gildi með því að taka þátt í henni og með því að stoppa hann ekki. Og það segir okkur að íslensk formleg stjórnmál, þessi hluti íslenska stjórnmála tilbúin til þess að viðurkenna þessa orðræðu sem þáttur í íslenska pólitík. Og þar með brýnir það okkur eftir því að bregðast við því þessu horni á öfgahæðinu sem að á leiðinni inn í íslensk stjórnmál og á þarna heima að þetta horn mæti fullu viðnámi frá okkur heim. Takk fyrir. Silja Dögg, ef þú vildi bregðast til þessu. Já, Silja Dögg. Silja Dögg fyrir ekki. Já, ég náttúrulega að hugsa margt og ég þakka ykkur kærlega fyrir erindin ykkar á þau margt sem að maður hefur kannski sjálfur hugsað en þetta svona þið settir þetta í svo gott samhengi og svona komið þessu svo vel frá okkur þannig að bara takk fyrir það. En svo nefna mig Silja bara að tala og það þetta náttúrulega allstaðar þessi orðræða og hefur lengi tíðkast og fyrir öllu það einnig sögulega nokkur. Hvað getum við gert? Spurningi var svo hvernig ætlum að breyta þessu. Ég vil taka undir með öðru sem segja að breytingin hafin með því að vera hér í dag, með því að ræða þetta, við séum meðvitaðri orðræðuna, hvernig hún framsett og gildi hennar og áhrif og þá erum við náttúrulega að vekja fólk út allt til umhugsunar vegna þess að ekkert okkar við erum öll breysk og við höfum öll talað einhvern tímann á ævinni illa en fólk þó kannski ekki með þessum hætti sem gert var á Barnaklaustri. En með því að líta öll eigin barn að þá trúi ég því að við getum breytt hlutunum og ég líkt þessu klaustursmáli við jarðhræringar að það var kannski líka að horfa á þetta sem svona kvikursöfnun. Kvikan að safnast upp
þrýstingurinn er að aukast og því meiri sem að hann verður, því styttra í það að það gjósi og breytingarnar eigi sér stað og landslæði breytist varanlega og ég vona að sé þannig. Annað kannski sem kona í stjórnmálum, önnur hættuleg kona sem ég er bara mjög stolt af og það er mjög hættuleg kona á sérstaklega þessum hópi sem það talaði, að sko það er svo furðulegt að ég man því að ég var nýbyrjuð á Alþingi og ég skrifaði litla grein í Fréttablaðið efnahagsmál. Þetta var nú ekki mjög kannski umdeilt, þetta var einhver svona staða efnahagsmál og einhverjar tölulegar upplýsingar sem ég fékk ekki í forsætisráðuneytinu að gera þetta litla kjallaragrein og það kom fullt af kommentum ég las þetta nýbyrjuð og svona mynd af mér og svo kom ekki kommentaðu greinina og ég bjóst alveg við því. Maður er þá nokkuð persóna, maður er að koma hlutum á framfæri, ég bjóst alveg við einhverju, ég var í vitlýsingur eða einhver svona fólkur skoðanir á manni eðlilega. En þarna sko orðin, ég var heimsk beljamanni og tussa, maður getur að sagt þetta, og eitthvað svona einhverja greinum efnahagsmál, ég var svo hissa. Svo reykjum á það núna, þegar maður ræði þetta, að sko ég var náttúrulega kvölda og það, ég fór að hugsa því ég satt í náðan og hlusta á þessu erindi. Sko þetta bara ekki fyrsta annað skipti sem ég kvöldu það, á tík og annað. Og þetta er, eftir ég tók sæti á Alþingi og ég lagði til dæmis fram í umdeilt og umtala mál í fyrravetur umskurð á drengjum og það vakti mikið umtal. Ég fekk fjölmörg bréf, flest stuðningsbréf og hvatningu, en svo fikk ég líka ljóðbréf. Og þau voru undantekningarlaust frá karlmönnum, þar sem ég var kölluð þessum nöfnum, erlendum karlmönnum og íslenskum karlmönnum. Það voru nokkri karlmenn sem var íslenski sem var rituðu greinar í blöðinni heima, þar sem voru að gagnrýna þetta mál. Sömuleyti málefnalega, en rauði þráðurinn í öllum þessum greinum var að þetta var svona misgróft, einn grein manni var mjög dónalegt fannst mér, en hitt var svona, greiði kona, hún er náttúrulega bara, hún veit svo lítið og hún veit bara ekkert hvað hún er að gera og ef hún vissi það eins vel og við, sko, ef hún skildi því að vel og við, þá hefði hann alltaf ekki lagt fram þetta frumvarp og svona eitthvað svona, og þetta var mjög. Og eins og segi, sameiginlegt með þessum greinum var þetta, þær rituðu miðaldra karlmenn. Mér finnst þetta leiðilegt, vegna þess að ég þekki mjög marga karlmenn og þeir karlmenn sem standa mér næst eru allir alvöru karlmenn sem koma vel fram við konur. Þannig að sjá svona og verða fyrir svona mikilli kvenfyrirlitningu að það, ég er ekki alinu þannig að það er sko, þetta sæðir mig ekki. Mér finnst þetta meira einmitt svona, þess vegna finnst mér svo gaman að vera hér í dag, mér finnst þetta meira svona fræðilegt og stór merkilegt viðfangsefni. Að upplifa þetta eigin skinni, verandi svo sem ég er. Og ég til dæmis svo heppin að ég er nú svona stór og sterkleg kona og ég hef oft hugsað það því ég gengið dimma bílakjallara á okkur dimm sund ein sem betur fyrir þetta stór og sterk, ég get þá bara landa á niður. Ég vildi ekki vera 50 kíló skilur, þá getur þú ráðist á mig. Það er samt ekkert eðlilegt við þetta. Það er ekkert eðlilegt við þetta. En svona er þetta og ég er sko orðin ónæm fyrir þessum talsmáta, tussa og pundar þess að ég er svo oft búin að fá að heyra það. Það er ekkert eðlilegt við það heldur. Þannig að bara takk fyrir þetta málþing í dag og ég er bara ofsalega ánægð að sjá hver margir eru mættir hér, fólk af báðum kynjum, flotti karlmenn líka hér í dag. Takk. Já, komið sæl, ég heiti Inga Björk og er kannski, ég er ekki að vinna á Alþingi eins og sveitarfélagar vinnur hér. Ég er formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar og er baráttukona fyrir réttindi fatlaðs fólks og það horfir dálítið öðruvísi við þeim hópi sem ég tilheyri. Við erum í miklu viðkvæmari stöðum, þetta er ekki bara orð fyrir okkur vegna þess að þessi tvöfalda jaðarsetning að vera fatlað kona
gerir það að verkum að líf og limir eru í raun og veru í hættu þegar alþingismenn leyfa sér að tala svona. Það ekkert flóknara en svo. Vegna þess að þessir menn og þetta fólk sem þarna situr ræður hvað þjónustu ég fæ sem fötluð kona, hvar ég bý, hvort ég sé stofnanavistu eða hvort ég fá að búa heima hjá mér. Þeir ráða lífverknum mínum, þannig að hvort ég hefði lífs og skeiðar í hverju mánuði undir mönnum komið sem líka fötluðu fólki við skepnur. Og mælti það að þetta ekki bara orð. Og sko þessi orðræða fatlað fólk ekki nýja nálinni fyrir okkur og Freyja Haralds eina af mínum kærustu vinkonum og við erum alveg vanar þessu. Ég verður að þurfa að skemma partí þess að vera að tala svona Freyju Haralds af mínum ættingjum, af mínum vinum, af mínu samstarfsfólki. Og það góða við það, þetta kemur upp yfirborðið, að það að við erum loksins að fá uppreist æru út af því að samfélagið í fyrsta skipti að taka undir það að það ekki eðlilegt að tala svona fatlað fólk. Þetta í fyrsta sinn sem ég heyri samfélagið verja Freyju Haraldsdóttur eftir allt sem hún hefur mátt þola í gegnum árin. Og til þess að þessi viðburður á Klaustri verði ekki neikvæður til þess að hafa ekki neikvæðar afleiðingar fyrir réttindisbarátuna, þá má þetta ekki fara svo að þetta hafa ekki afleiðingar fyrir þetta fólk sem sat á þetta borð og líkti fatlaðri stjórnmálakonu sem dirfist að hafa skoðanir á hvernig lífi hennar háttað og lífi annars fatlaðs fólks háttað, að henni sé líkt við dýr og henni sé líkt við vegg og að fötlun hennar gerðveiknin að aðhlátursefni. Og þau geta alveg að koma einhver eftir á skýringar um þetta sé eitthvað húmor eitthvað. Þau samt, þetta greinilega ekki fyrsta skipti sem þau hafa hana að aðhlátursefni og gera hana að umræðum sín á milli. Og að virðingu við fatlaðar baráttukonur, þá verður þetta að hafa afleiðingar. Og þetta verður líka að hafa afleiðingar fyrir alþingiskonurnar sem urðu fyrir þessum hrottaskap því að samfélagið myndi gleyma þessum umræðum. Interneti gleymir ekki því sem var sagt þessar konur. Þær mun ekki fá að gleyma þessu. Þó að okkur hérna finnist þetta yfirgengilegt orðbragð, þá mun fólk gera grína þessu, það mun hafa þessu ummæli eftir, tala að þessi sé nú kræfi karlamálunum og þessi sé nú svo vitlaus og út af því að þetta 10% alþingismanna sem leyfir sér að tala svona, getum við ekki gert ráð fyrir að sé það byrja það sama á meðal íbúa þessa lands. Þannig að til þess að verja þessar konur, til þess að þessi ummæli fá ekki að tæra þær upp næstu árin, þá þurfum við að láta þetta hafa afleiðingar og ég ætla að tala um það. Já. Takk Inga Björg fyrir þessa mjög svo mikilvægu brýningu. Það mikið búið að tala það að þetta séu kallar, það séu svona ákveðin þverstæði því að við erum annars vegar með mjög valdamikla kalla en þeir eru leið mjög hræddir og það hefur verið vitnað í Trump og það búið að rekja hvernig málin standa í Ungverjalandi til dæmis og þetta eru kallar sem að finnst kvenréttindi vera vega að sinni kallmennsku. Og við getum svo sannarlega lesið það í umræðu þessara klausturdrengja að það hræðsla við konur, hræðsla við innflytjendur, homma og svo framvegis. Og þeir hafa mjög mikið vald til að stýra umræðinu og svo þú bara bendir mjög réttilega á. Þeir eru að taka ákvarðanir sem snerta líf til dæmis fatlaðs fólks og fleiri hópa. Svona eitt af því sem ég hef kannski stungið upp á til þess að uppræta kannski þessa orðræði væri að fá kannski fjölbreyttari hóp inn á Alþingi. Væri það eitthvað sem að þið getur beitt ykkur fyrir á ykkar vettvangi
til að getið þið beitt ykkur fyrir að fá fjölbreyttari aðila að borðinu inn á Alþingi og mér langar að segja að hún er komin hérna inn, hún Halldóra Mogensen, hún er formaður velferðarnefndar Alþingis, hún tafðist aðeins en bara velkomin að borðinu hjá okkur. Ég veit ekki hvort að þú vilt byrja á að svara eða já, bara, þú kannski að koma svolítið, á ég kannski bara... En hérna, það finnst ótrúlega gott að við sem eiga þessu umræðu og ég finn kannski smá smurflutin af þessu í gær og þú verður að horfa upp á kollega sína vera að lenda í bara fyrsta smiðgjöðu sem hún er í gangi og það er alltaf, svo erfitt það er alltaf sko maður finnir til fólki á einhvern hátt en maður veit aldrei nákvæmlega hvað er í gangi í gegnum þegar maður er fylgt kannski aðeins að upplifa þetta sjálfur á einu skynni og ég hafi upplifað það alveg í gær og það var mjög vægt þess að maður talaði um mig í þessu samtali en samt sem áður þá fannst þetta að vera svo mikið svik og aðallega því að það kom frá konu sem ég hefði talið vera svo kannski dálítið minnur svona vinur inn í mjög karllægu umhverfi inn í velferð þetta er svona við erum ekkert með trúslega margar konurnar og okkur fór fækkandi eftir seinustu kosningarnar. Og það er kannski sérstaklega vont að því maður er vanir að fá eitthvað svona viðhald frá öðrum köllum og það er kannski alltaf skerið, maður verður vanir því og ég hef alltaf verið fundið fyrir því og maður kannski, þetta er svo lúmst, maður fattar það ekki þegar það er að gerast. Og maður leifir því að viðgangast í opaslega langan tíma og því maður bara venst því þegar það er alltaf verið að taka fram til maður. Þetta væða sem maður svona byggist upp. En oft þegar það kemur svo frá annarri konu að þá var þetta sérstaklega erfitt. Ég hugsaði með það, ég komið frá einhverjum köllum og það hefur alltaf lægjandi og konu og þá upplifum maður það sem meira svik. Þannig að ég get svona rétt ímyndum mér hvernig aðrir sem hafa orðið fyrir barðinu og orðið þessara manna og konu hafa upplifað senstu dag og mér þykir það miður. Það er mjög erfitt að þurfa að vinna áfram með þessum fólki. Ég vil bara koma því á framfæri. Varðandi fjölbreytileika á þingi þá er þess að gífurlega mikilvægt að það sé meiri fjölbreytni og sérstaklega að við fáum fleiri konur og að bara allir hópar samfélagsins hafi talsmenn á þingi og bara óbúrslega mikilvægt og hafi talsmenn bara og aðkomi að allir þeirri vinnu sem að kemur að lagagerð og stefnugerð og fleira. Mér langar kannski að biðja bara kannski Ingu Björk af því að hún hefur kannski mestir málun að leggja hvað þetta snertir. Hvað getur Alþingi og stjórnmálaflokka gert til þess að fá inn fjölbreyttari hópa inn á Alþingi þessi orðræða þessara karla var nú ekki beint að hjálpa? Sko, ég held að flestir stjórnmálaflokkar eru náttúrulega að fara þá leið að almennir kjósendur velja á listana sem síðan eru boðnir fram og meðan það eru svona miklu fordómar í samfélaginu, bæði gagnvart fötluðu fólki, konur þurfa að uppfylla miklu meiri skilyrði til þess að falla í kramið hjá kjósendum og þeim sem kjósa á listana, innflytjendur, fólk erlendum uppruna á ekki upp á pallborðið hjá kjósendum virðist vera. Þeim allavega í þessum almennu prófkjörum þá bara villidóttar staðnæðarkallarnir eru efst og það er náttúrulega varð þannig að köllum fjölgaði á þingi vegna þess að það eru flokkar sem eru ekki með þennan kvóta og líta á það sem svo að þeir þurfi ekki að vera með þennan kvóta því að kjósendur séu nú skynsamir eða eitthvað til þess að velja karlmennina eða það hlýtur að vera að karlmenn séu þá skynsamir fyrst allir velja þá augljóslega og þú veist, ég veit ekki alveg hvað þarf að gera en ég held að sko samfélagslegi fordómar eru fyrst og fremst ástæðan fyrir því að Alþingi er einsleitt og það er. Kannski þurfum við bara að byrja að taka slembiúrtak inn á Alþingi, ég veit ekki en ég held sko meðan stjórnmálaflokkarnir hafa eitthvað kvóta og hafa ekki grassroots sem er af erlendum uppruna eða með fötlun þá verður Alþingi svona áfram, það er bara þannig. Þakka þér fyrir, viljið þið bæta einhverju við þetta eða ég er með fleiri mál sem að líka vilja ræða, en Helga Vala, þú vildi fá orðið? Nei, ekki bara að koma að tala um þú stjórn. Þakka þér fyrir. Það er náttúrulega eitt sem að kannski
kannski mér gramdist sérstaklega þegar ég hlustaði á þá og ég veit að mörgum öðrum gramdist það líka mjög mikið, er að þetta eru þingmenn sem að hafa heldur betur verið að skreita sig með fjöðrum kvennarhreyfingarinnar og þar liggur á baki mjög mikil vinna frá konum og bara tár, sviti og allt það og margar konur hér inni meðal annars sem að hafa tekið þátt í þeirri baráttu. Gerum við oflitla kröfur til þeirra karlmanna sem fá það hlutverk að taka við keflinu frá kvennarhreyfingunum og þeirra fá heilmikið kútos út á þetta í hinum alþjóðlega vettvangi? Er einhver sem dauðlangar til að svara þessu? Sko, ég er til að svara, ef ég má bara segja örsnögt, ég veit ekki að tala langt mest hérna, en ég ætla bara að nýta tækifærið til þess að þið tala alveg nóg mikið almennt. Gjörðu svo vel. Já, það er bara þannig, kallar þurfa að gera mjög lítið til þess að fá að skreita sig með fjöðrum feminismans og ég hugsaði að þegar Gunnar Bragi var skipað sendifulltrúi fyrir He4C verkefnið, er virkilega bara nóg að standa upp og segja ég er til í þetta. Þú veist, gerum enga kröfur og svo gaggrínum við feminista þegar þeir voga sér að spyrja spurninga og vantreysta karlmennum sem hafa aldrei gert nýtt í jafnréttisbaráttunni þegar þeir fá svona tækifæri. Það er bara það sem ég vil segja. Já, gjörðu svo vel. Silja Dögg vill bæta við þessu. Þetta er viðbótar, mér langar að grípa einmitt það sem að Ragnhildur Helgadóttir, sagði áðan, varðandi bara þennan vanda, sko, með lýðræðið og það er eins með þetta, til dæmis þarna er starfandi utanríkisráðherra og hann fær þetta verkefni sem utanríkisráðherra og við sko kjósum fólk sem fulltrúa okkur á þingi eins og fram hefur komið í krafti ákveðins trausts og það er einhvern veginn, manni finnst að við erum eiginlega komið kannski hálfgerðan hring ef að það er búið að kjósa fólk á annað borð. Það kemur hérna úr heima héraði, þar á fólk að þekkja það oft og flestir jafnvel persónlega að manni finnst einhvern veginn eins og fólk eigi að vera búið að sanna sig áður en það kemst á þing, gagnvart sínu samfélagi, að það sé traustsins vert. Þannig að, og þarna er aðili komin í stórt embætti að það að þurfa að efast og rannsaka sérstaklega heilindi einstaklingsins svo eftir á. Það er svona eðlilegra kannski og í okkar eðli sem manneskna að treysta fólki frekar heldur en að vantreysta og tortryggja allt og alla og það er ofboðslega sárt að einhverju örfáir einstaklingar fá að eyðileggja þessa trúgirn okkar og traust. Já, og Svandís, þú vildi segja nokkur orð? Ég bendi ykkur að sitja hljóðnemann vel fyrir framan ykkur svo heyrist. Sko kannski í fyrsta lagi þetta með fjölbreytileikann á þinginu af því að það spurning sem kom báðan að ábyrgð flokkana er alveg gríðarlega mikil. Sko flokkarnir við öll sem kjósendur eigum að gera kröfu til þess að flokkarnir endurspegli samfélagi. Að það sé ekki hægt að það sé þessi einsleitni sem að er í sumum kemum íslenska stjórnmála og endurspeglast á framboðslistunum og þetta bakslag sem var í síðustu kosningum vegna þess að það fjölgaði verulega á þingi hjá þeim flokkum sem gera enga kröfu til að mynda einhvern jafnvægi milli kynja. Þannig að það, og oftar en ekki það nú þannig að þeir flokkar sem eru með hugan við kyn sem breytu eru líka með hugan við hinsegin fólk og fötlun og svo framvegis og ekki bara til þess að setja fólk á lista, heldur vegna þess að það er partur af raunverulegu pólitísku starfi og stefnumótun í viðkomandi flokkum og hreyfingum. Þannig ég held að það skipti mjög miklu máli. Ég vildi bara koma þessu að. Já, Þorsteinn, sitja, já, takk. Já, mér var kannski eðlum á samkvæmt hvaða kröfur gerum við til kalla sem eru í hvað svo forgrunn í jafnréttisumræðunni. Þetta hljótum að gera mjög mikla kröfur til þá okkar sjálfra þegar við stígum þannig fram í umræðuna. Það er alveg rétt sem sagt að það er mjög auðvelt fyrir kalla að líta mjög vel út í jafnréttisumræðu bara með því að stíga fram og ræða hana einhverju leyti því að
að það bara mjög mikil vöntun á karlmönnum að taka jafnréttisumræðuna yfir höfuð. En leið hljótu við sem það gerum að þurfa að gera gríðarlega kröfur til okkur sjálfra að við meinum það sem við segjum. Að við séum að tala frá hjartanu og auðvitað að praktísera sjálfur það sem við predikum. Og það auðvitað fannst mér alvarlegast með ummæli Gunnars Braga. Hann fulltrúi Íslands á alþjóðavettvangi, talsmaður svo kallast barbershops átaks sem að sneri að hverju? Sneri að því að fá kalla til þess að stíga inn í svona umræðu, að stíga inn í jafnréttisumræðuna milli kalla, að stöðva umræðu sem væri uppfull af kvenfyrirlitningu. Þetta talsmaður sérstaks átaks sem að Ísland kemur með inn í jafnréttisumræðuna og svo einn aðalgerandinn í svona umræðu sjálfur. Og það endurspeglar ekki að það hefur verið mikil sannfæring á baku eigin orð og auðvitað það bara augljóst það svo sem bara sama hvað við ræðum. Auðvitað getum við ekki boðað eitthvað boðskap og meinað ekkert með því og þurfa þá ekki að sæta ábyrgð á því ef við verðum uppvís af slíkri lygi. En sérstaklega í jafnréttisumræðunni af því að þetta svo mikilvægt að karlar stígi inn í jafnréttisumræðunni. Þetta ekki bara eitthvað konur hafa þurft að leiða þessa baráttu algjörlega einar allar götur hingað til og það bara löngu tímabært að karlar komi inn í umræðuna einmitt eins og ég sagði áðan á þeim grunni. Þetta ekki ógn við okkur, það bara betri, skemmtilegri, fallegri samfélög sem við búum í sem að byggja á jafnrétti og við höfum öll að taka þátt í að móta þau og tryggja að þau verði til en ekki smætta þetta niður í það að það sé sótt að okkur. Við höfum búið við það að vera í forréttindastöðu öldum saman, árþúsundum saman. Það að það sé loksins verið að gera eitthvað til þess að tryggja jafnrétti bara megum aldrei líta á það sem ógnið okkur, hún það ekki. Viltu þið bæta einhverju við? Helga Vala? Já, ég er pínu hugsi af því að ég vil trúa því að langflestir karlar séu einhvers staðar í grunninn jafnrétti sinnar. Kannski ég bara lifi ég í svona vernduðu umhverfi. Þetta mjög mikið rætt heima um mér og þar ég með 2 syni og 1 maka og ég finn að það núna ákveðin skömm eins og þeir beri ábyrgð á kynbræðrum sínum og mig langar einhvern veginn heldur ekki að karlar upplifi það af því að ég vil trúa því að þetta sem átti sér stað á Klaustri þessi orðræða, ég hef aldrei heyrt annað eins og heima hjá mér hefur verið talað ég meina þar maðurinn minn hefur verið í íþróttastarfi, hefur verið að ferðast með rokkurum allan heim, verið í alls konar og hann hefur aldrei heyrt annað eins. Þannig að þess að segja kannski aftur, ég kannski í svona vernduðu umhverfi, en mér langar leið og ég tek utan allar vinkonur mínar og konur, þá langar mig líka til þess að taka utan Þorstein og ykkur, af því að við verðum að gera þetta saman og mér langar ekki að þetta verði að stríði milli karla og kvenna, af því að við þurfum að vera saman, við þurfum að gera þetta saman einhvern veginn. Og mér langar að segja eitt annað, þó að ég skilji Silju Dögg vel að segja ég stór og sterk og ég líka stór og sterk, en þá það líka svolítið hættulegt, af því að leið og ég segi ég stór og sterk, ég þoli þetta alveg, að þá ég í rauninni að segja að þetta allt í lagi, af því að þetta ekki í lagi og að starfa, að vera til dæmis gestur sem kemur í krafti stöðu sinnar fyrir fastanefnd Alþingis og stór og sterk fræðimaður eða
eða í embætti og þarf að mæta fyrir nefndina og veit að það er búið að níðast á viðkomandi, eða stór og sterkur ráðherra sem er búin að þurfa að þola það og fjölskylda hennar að það hefur verið notað slíkt orðfæri hana að það er algjörlega viðbjóðslegt. Sko, ég held að við þurfum, við hérna og allir, að bara slá smá svona skjaldborg þessa einstaklinga og segja það er ekkert endilega eðlilegt að þú sért bara stór og sterk núna. Þú mátt segja bara, mér langar ekkert að hitta þig, mér langar ekki að tala við þig, mér langar ekki að vera í samstarfi með þér núna. Þú meiddir mig og ég vil þig ekki. Tíminn er að hlaupa frá okkur. Halldóra. Ég skal vera rosalega fljót. Ég þarf ekki að... þetta sem sagt, við erum að tala það með þess að kalla sem að koma fram í jafnréttisbaráttunni og taka svona skrautfjaðrir kvennabaráttunnar og hvort að við gerum ekki reynar kröfur til þessara kalla. Maður hefði haldið að það eitt og sér að taka á sig þessa ábyrgð, skilur, að standa þarna og skreita sig með þessum fjöðrum, að það eitt og sér myndi mögulega skapa þessa ábyrgðartilfinningu að þetta þýðir eitthvað, að þú stendur fyrir eitthvað og þú þurfir að verja það og vernda það á einhvern hátt, en það virðist ekki skipta nokkru máli og þá fer ég að spyrja, sko, hvað er mögulega eitthvað að bara menningunni sem er til staðar inn á þingi, er eitthvað að þessum vinnustað mögulega líka, út af því að ekki bara virðist við vera að taka mikið af góðu fólki og bara svona, ég veit það ekki, ég held að fólk komi útrússi bara dálítið, maður missi sjónar af sínum siðferðislegum mörkum, skilur, hægt og róla yfir langan tíma, en hvort þetta sé líka mögulega vinnustæð sem laðar að bara fólk sem kannski bara með minni siðferðiskennd, ég veit það ekki, ég bara velti þessu upp, þetta er alveg, hættan er alveg til staðar, út af því að þarna er völd og það er bara þannig að þegar við erum með vinnustað og þeir einstaklingar sem sækjast í þessu völd, að þá er bara þarna til hætt til staðar og mér finnst mikilvægt að við tölum líka það og hvað við getum gert mögulega til þess að breyta þessu og breyta þessum vinnustað þannig að hann verði lýðræðislegri, hvort við þurfum ekki að endurskoða þetta allt saman líka sem hluti af þessu samtali. Mér finnst það mikilvægt, ég hef orðið var við þetta, það er ofboðslega erfitt að vinna heiðarlega þarna inni. Maður bara fær engu framgeng, það gerist ekki neitt. Já, heyrðu, tíminn er að hlaupa frá okkur, hvað höfum við, 3 mínútur, við höfum 3 mínútur, er eitthvað sem að þið takið með ykkur frá þessu málþingi, sem að svona kannski breytti hvernig hugsa þetta, eitthvað sem að þið viljið leggja áherslu á eftir að hafa hlustað á þessi erindi, er eitthvað sem að vil tjá sig það? Já, Svandís? Já, sko það sem mér finnst alveg óendanlega mikilvægt við þetta málþing hér í dag er þetta samtal milli stjórnmálana og fræðasamfélagsins viðfangsefni dagsins, vegna þess að það hefur stundum gerst á ögurstundu í íslenskri pólitík og í íslenskri sögu að þessir heimar hafa verið aðskildir, að annars vegar eru stjórnmálin, valdhafarnir að ráða ráðum sínum út frá sínum forsendum og hins vegar það fræðin sem eru að greina og ræða saman og búa til og ræða kerfin sem eru hér að verki og mér finnst skipta mjög miklu máli fyrir okkur sem hér erum og komum stjórnmálamegin að þessari umræðu að eiga þetta samtal við fræðasamfélagið vegna þess að þetta samhengið skiptir öllu máli. Við sem höfum yfirleitt bara tímaspann upp á í mestalagi 1 kjörtímabil í okkar hugsun, það er óendanlega mikilvægt fyrir okkur að hugsa líka söguna og strauma og stefnur og það að við erum bara lítill partur af löngu ferli og eitt samtal á Klausturbar er líka mynd og gluggi inn í ákveðna breytingu á samfélaginu og ákveðna hreyfingu sem eiga sér stað. Og það brýnir okkur til þess að halda þessari heildarmynd undir að eiga þetta samtal og ég vil þakka sérstaklega fyrir það.
Ég veit að Helga Vala vill örugglega segja það sjálf, en mér fannst það svo gott þegar hún sagði við mig áðan, mikið væri nú gott ef allir sem fræðimenn kæmu á eftir með okkur niður í þing og tækju svona störf þingsins 2 mínútna ræðu hver. Ég held að það væri verulega til bóta fyrir Alþingi. Ég ætla að leyfa Silju Dögg að segja nokkur orð í lokin. Bara undirstrika og ítreka það sem að Svandís var akkurat að segja, þetta með samhengið, þessi fundur hér í dag, að það er svo ofboðslega gott bæði náttúrulega að finna. Sko ég hef alveg fengið svona stuðningspósta undanfarna daga og svoleiðis og öll þessi umræða hefur átt sér stað, en að koma hingað og hittast bara hérna svona í persónu, fólk úr öllum áttum og þið frá akademíunni setið þetta alveg í samhengi og það er það sem að getur hjálpað okkur til þess að þróast og breyta hlutunum og takk kærlega fyrir. Og örstutt, Þorsteinn. Já, þetta voru allt mjög fróðleg erindi og margt sem að tekur út úr þeim, en ég bara bind vonum minni við lokaorð Silju Báru að þetta sé feðraveldið í andarslitrunum og besta birtingarmyndin á því. Kæra þakkir. Ég þakka þáttakendum í þessari panelumræðu kærlega fyrir þeirra innlegg. Þetta var mjög áhugavert og ég þakka Rikk fyrir að standa fyrir þessu málþingi og segi þá þessum hluta málþingsins lokið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Jæja, vondu fréttirnar eru